Góða kvöldið og gleðilegan meistaramánuð. Nú vika liðin og fullt af fólki byrjað að breyta lífinu í smáum eða stórum skrefum. Kíkjum á það. Markmið mitt í meistaramánuði að borða hollan og góðan morgunmat á hverjum einasta degi. Í meistaramánuðinum ætla ég að gera það sem Íslendingar eru mjög lélegir í að gera og ég ætla að gera helling af því. Það að hrósa fólki. Já, og svo ætla ég líka að mæta óþægilega mikið í ræktina. Ég ætla að nota minn meistaramánuð í að gera yfirmenn mína, Sigga og Sigga, á sikkurum vinnustaðnum, stoltari af mér og ánægðari með mig. Og svo ætla ég að segja þeim sem ég þykir vænt að mér þykir vænt það þegar ég að meina það. Ég náði því miður að fótbrjóta mig. Þannig að í meistaramánuði ætla ég að vera ótrúlega dugleg að æfa mig á hækjunum minnsta kosti 20 mínútur á dag. Þótt við séum með metnaðarfull markmið í meistaramánuði, þá verðum við að passa okkur að því að láta ekki keppnisskapið fara alveg með okkur. Við erum aðeins fyrir okkur sjálf en ekki aðra. Ekki láta kappið bera fegurðina ofurliði, sem þýðir það að stundum má keppnisskapið aðeins róa sig. Ég hef miklu trú á keppnisskapi upp á vissu marki, því ég er keppnismanneskja. En ég fann það með mig að keppnisskapi getur farið með mann aðeins svo langt. Þannig að verður svo mikið streita og ég verð að vinna og ég verð að vera best og ég verð að gera hérna, þú veist, og eitthvað. Í staðinn fyrir að ná að slaka á og finnast maður að vera nógu góður. Og það sem gerist oft þegar við förum svona langt með keppnisskapi, þá myndast þetta ego. Það er að segja hérna, það verður allt einhvern veginn það, ég sé stór, ég fói like, þú veist, ég náði þessum árangur og eitthvað. Í staðinn fyrir að þú veist, slaka aðeins á kröfunum og leyfa okkur bara að vera þar sem við erum og njóta þess. Það þetta með að bera sig saman við aðra. Bestur auðvitað samanburðurinn við mann sjálfan. Gengur mig betur í dag en í gær. Peningamálin eru sígilt dæmi þetta. Hvernig við fjármögnum núverandi kaup segir rosalega mikið til það hvernig næstu kaup geta verið og við gleymum þessu stundum. Ef við reiknum með því að 2 félagar ætli sér að kaupa gítar, langar báða í gítar og ætla báðir að kaupa sama gítar og þeir eru með nákvæmlega sömu fjármál. Annar þeirra ætla sér að spara fyrir honum, hinn ætlar að kaupa hann strax en á ekki fyrir honum og ætla sér að taka yfirdrátt fyrir kaupirinu. Það gefur alveg auga leið að sá sem að kaupir þennan gítar á yfirdrætti að hann þarf að borga vexti af þessum yfirdrætti, þannig að hans kaup verður hærra. Sá sem ætla sér að spara fyrir gítarnum, hann fær borgað fyrir sparnaðinn og kaupir í rauninni gítarinn á lægra verði, en báðir eru þeir með sama gítar. Ef fjármál þessara tveggja aðila verða nákvæmlega eins, hvernig haldið það næsti gítar verði? Sá sem sparaði fyrir fyrri gítarnum getur keypt sér betri gítar heldur en hinn. Og ef að sá sem hefur tamið sér að taka yfirdrátt og nýta yfirdrátt í kaupin heldur áfram, þá verður þriðji gítarinn ennþá verri samanborið við þann sem sparar alltaf. Og það hægt að heimfæra þetta á allt mögulegt þegar við kaupum okkur hús. Hvernig við fjármögnum og hvernig við förum að því að kaupa okkar fyrstu eign hefur gríðarlega mikið að segja það hvernig okkar næsta eign verður. Vegna þess, ef við spörum, þá kaupum við hlutina á aðeins lægra verði, ef við skuldum, þá borgum við hærra verð. Við vorum að tala samfélagsmiðlana. Stundum getum við verið heilu og hálfu dagana með puttan á símanum og athyglin á Facebook, Twitter eða Snapchatinu. Þetta getur haft áhrif bæði á andan og líkamann. Byrjum á líkamannum. Þetta stykki, svo sér hér, þetta eitthvað svona viðkvæmasta stykkið í stoðkerfinu okkar, í heild. Á hvað myndirðu giska þessi? Hvað eru svona sirka mörg liðamót sem að tengjast hryggsúlunni? Því ég horfa á þetta kannski 15? Já, kannski upp í 20? Já, eitthvað svoleiðis. Já, þau eru mjög nálægt 120. Ok. Já, og það nú að hluta til dæmis ástæðan fyrir því að við erum að lenda í svona miklum vandræðum með hryggsúluna því að við gleymum að beita okkur eins og við ættum kannski meira að beita stæðstu og sterkustu vöðvum líkamanns sem eru þá lærvöðvar og rassvöðvar í gegnum mjöðum og hné en ekki fara að eiga við eitthvað kerfi sem er mjög lélegt fyrir. Heldur reynum við að halda hryggsúlunni svolítið í þessari stöðu og beita síðan öðrum líkamshlutum. Þegar ég er í snjallsímanum, þá er ég alltaf svona. Já. Er ég að gera þetta vitlaust? Já, ég myndi segja, hugsaðu annað slagið, hugsaðu bara stöðuna hérna, takt hana aðeins svona upp á móti þér og finndu bara hvernig þú getur aðeins svona fengið meiri slökun í þetta kerfi. Þú getur fengið slökun í svona kerfi þar sem að fólk kvartar mjög gjarnan Margir verða stífir í háls og upp í hnakka og út í herðar og svona.
Og það akkurat, sko hugmyndafræðin þá, það vegna þess að þú ert alltaf að kúra þig yfir eða gera einhverja skrýtna hreyfingu, eða þú ert alltaf undin upp á sömu hlið, skilurðu, og vinnur kannski alltaf svona, endar með því að hálsinn segir bara nei takk, ég get ekki tekið þátt í þessu, ég þarf að fá hreyfingu og blóðflæði og þú getur ekki bara fest mig út á aðra hliðina eða bara svona til lengri tíma, það bara ekki hægt. Þannig að þetta trikkið til að líða betur í hálsinum. Þetta eitt af trikkjunum, já, þú getur tekið hlutin upp á móti þér. Skoða símann svona. Það sem sagt hægt að setja líkamann í betri stellingar fyrir samfélagsmiðlana, en hvað með hugan, andlega þáttinn? Ég hef verið að vinna með mikið af ungu fólki sem að bara kafna úr streitu. Og ungar konur, ungar stelpur sem eru kannski 19-20 sem koma til mín bæði á námskeið og að hlusta á fyrirlestra og þær ekki að ná þær ekki varla að ná andanum af því að þær þurfa að standa sig svo vel á öllum sviðum í lífinu. Og þetta samanburðurinn á mörguleiti held ég frá samfélagsmiðlum. Að þér finnst einhvern veginn og þú þurfir að standa þig vel alls staðar og það ekki hægt. Og þetta býr til kvíða og streitu hjá þessum ungum börnum og ég meina að þú veist, lífið bara rétt að byrja. Ef við erum alltaf að bera okkur saman við aðra, það ekkert endilega raunhæfur samanburður vegna þess að fólk vill alltaf láta lítið út fyrir að besta myndin að þeim komi fram, þrátt fyrir að það sé ekkert endilega staðan. Dæmi þetta til dæmis svona eignast fínan bíl eða dýrt hús eða eitthvað slíkt og fólk kannski skuldar allan bílinn sinn en ekur samt á flottum bíl, og þá einhver annar sem svona passasamur með peninga og hefur ekki efni á bíl, hann gæti alveg gert þetta ef hann myndi fara í skuldir, þannig að það mjög vafasamt að vera alltaf að bera sig saman við aðra vegna þess að forsendurnar eru mismunandi milli fólks. Dæmi til þess að draga úr streitu í meistaramánuði, eitt sem við getum gert, það bara að taka sér tíma til þess að huga að önduninni. Nokkra mínútur, þess að þú dregur andan inn og út og ert að einblína á það. Annað markmið að gefa sér hálftíma á dag við að lesa góða bók eða hlusta á tónlist, eitthvað svona sem að þér finnst skemmtilegt, horfa á eitthvað skemmtilegt, bara þannig ég nái svona að slaka á. Þriðja, það sem þú getur gert, það að leggja frá þér símann og tölvuna og leyfa þér að gera eitthvað annað í staðinn og stundum bara láta sér leiðast. En ekki alltaf að vera með tölvuna og símann við höndina, af því að það það sem að eykur kvíða, þannig að við viljum losa okkur við streituna. Það fullt af fólki sem ætlar að nýta sér meistaramánuð til að skapa nýjar venjur, minnka stressið, álagið og samkeppnina. Til dæmis þetta. Markmiðið mitt í meistaramánuðum kannski pínu óhefbundið. Ég ætla að hægja á mér. Ég ætla að rækta vinskap og frændskap og vera með fólkinu mínu. Í meistaramánuði ætla ég að vera betri maður. Mér finnst reyndar að allir ættu að vera betri menn í meistaramánuði. Og reynda bara alla mánuði. Síðan ætla ég að reyna að hætta að snúa mér svona hringi. Í meistaramánuði ætla ég að reyna að leggja mig minna yfir daginn, slá metið mitt í bekkpressu og byrja að nota tannþráð svona 2 til 3 í viku. Markmiðið mín í meistaramánuði að hlaupa 10 km í viku, byrja að endurvinna og fylgjast skipulega með peningaeyslunni. Það hollt að horfa aðeins inn á við og rækta hugann. Tilveran getur batnað heilmikið við það, en svo það þau sem að hugsa allan hnöttinn þegar þau taka sig á í meistaramánuði. Mér finnst við Íslendingar standa okkur bæði vel og illa í umhverfismálum. Það margt sem vel gert og við erum náttúrulega alveg ótrúlega heppin með orkuauðlindina og við erum náttúrulega búin að heita þetta væða húsin og allt það en við erum samt með allt og mikla losun frá samgöngum og við erum allt og mikil neysluþjóð. Okkar kolefnisfótspor það stærsta í heiminum. Við þurfum náttúrulega bara að vanda okkur í innkaupum, númer 1, 2 og 3. Þurfum við virkilega að endurnýja svona oft tölvurnar og símana og bílana og getum við farið í umhverfisvænni vörur. Það mjög mikil vitundavakning í gangi núna síðustu ári, bæði varðandi loftslagsmálin og alla þessa endurvinnslu og matarsóun. Í meistaramánuði tilvalið að setja sér markmið varðandi plast. Í fyrsta lagi að koma með minna plast inn á heimilið. Í öðru lagi að flokka allt plast og skila í endurvinnslu. Íslendingar byggja á sjávarútvegi og hreinar sjávarafurðir eru bara gríðarlega mikilvægar fyrir okkur. Og það finnst plast, rusl á ströndum eins og annars staðar í heiminum. Þannig að það mjög mikilvægt fyrir okkur að taka þátt í þessu og sýna að við viljum og getum. Það ekki of seint að gera eitthvað í málunum. Tökum þátt í meistaramánuði og gerum eitthvað gott fyrir okkur sjálf og kannski aðra í leiðinni. Fylgstu með á netinu og við sjáum svo aftur á miðvikudaginn kemur. En þangað til, gangi þér vel.